Herri, við ætlum að byrja að vinna í verkefni 1. Hvað er það fyrsta sem við gerum? Það er bara lista inn. Ha? Ég bara reyna að lista inn fyrsta hluti af verkefnið. Já, bara hvað er það fyrsta sem við þurfum að gera hérna? Það er eitthvað gefið. Já. Klónar íbúið. Þetta er svarið sem ég var að leita að. Þannig að þá fer ég bara hérna upp og ég er með þetta hér. Ég get alveg hvort notað HTTPS eða það var hérna alltaf SSH. Nú er það að reyna að íta okkur í að nota þess að GitHub klið sem ég er ekki ennþá búin að tilengja mér. En við getum bara tekið þetta hér. Og þá fer ég bara yfir í terminal. Það er enda svolítið myrkt hérna. En ég er bara núna í terminal. Ég er að nota iTerm 2 hérna. Þið getur notað terminal ef þið eru á Mac líka. Ef þið eru á Windows þá getur þið notað command prompt. En ég mæli með því að þið sæki bara Git ef þið eru ekki með það uppsett. Hún heitir Git Bash sem kemur með sem að þið opnið og þið getið lent í aðgangsvandræðum en þá bara ef þið finnið það, gerir run, finnið það hægri smell og gerir run as administrator þá er það í raun að hafa öll leyfi sem þið þurfið til þess að geta installað hlutum. En þá getið bara búið mig til einhvern stað og vonandi eru þið bara skipulöðið ykkar skjalastjórnun, ykkar eigin skjalastjórnun og eru bara með einhvers staðar HÍ, Webfortran 2 eða Misseri 3, 4, 5 eða whatever sem þið eru á og mæli með að búa bara til möppi sem heitir verkefni og það er undir búið til verkefni að möppi fyrir hvert og eitt einasta verkefni. En ég er með það óháð þannig ég ætla bara að henda þessu eitthvert. Ég ætla bara að setja desktop og ég ætla bara að gera git clone hér. Mjög chaotic. Mæli ekki með að gera þetta almennt. Þannig núna klónaði ég verkefnið og hvað þýðir að klóna verkefni? Þú veit þetta í eintak? Já. Og mitt eintak er Klón? já, og það er tengt við remoteið sem ég klónaði það frá. Og remoteið er bara þetta repo hérna. Þannig að ef ég segi núna git status þá segir hún bara að ég er up to date á móti origin main og origin er þetta repo og main er þetta hérna branch. Það er ekkert annað branch en við getum alveg búið til hennar branch en við erum ekkert að fara að gera það í þessu verkefni. Þannig að núna ef að þið verða að gera þetta, þá þurfið þau einhvern tímapunkti að slíta þessa tengingu og tengja við ykkar eigið repo. Þannig ég ætla bara, það er eitt sem þið getið beðið mig að sýna ykkur. Núna eða í næsta tíma. Hvað er næsta sem við viljum gera? Ef við gerum núna ls, lista upp það sem er í þessu, þá sjáum við hérna package.json og ef við sjáum package.json þá ættum við alltaf að keyra hvað er package.json? Ekki bara uppskrift af einhverju. Jú, það er forskrift eða það er svona einmitt. Uppskrift af forritinu. Já, svona, það tiltekur hvað þetta forrit notar, hvaða dependency það er með og það gerir líka margt annað og það er í lýsingunni í verkefninu er bara tiltekið nákvæmlega hvað er allt í þessu en mér finnst oft ekkert sérstaklega gott að vinna í þessu. Mér finnst yfirleitt bara best að færa mig yfir í Visual Studio Code þannig að hérna er ég með Visual Studio Code og ég er með prófíl sem er ekki minn almenni prófíl þannig að ég er svona með þetta, það er ekki all mín key shortcuts og eitthvað svona, þetta er eiginlega bara einstrípaði niður Visual Studio Code og hægt er bara beint úr installið en ég er með nokkur bara extension sem ég setti upp hérna fyrir Webfortran 1 og ég mun bæta við þeim eftir því sem við þurfum en ég bara dró þetta inn hérna ég get líka farið og sagt open folder og fundi möppuna og þá opna ég hana og þá keyrist Visual Studio Code í samhenginu sem er mappan þá get ég farið inn í terminal og gert new terminal og þá er ég í raun með bara command line interface hér sem er bara sambærilegt við það sem ég var með hérna. En mér persónulega finnst mjög þægilegt bara að hafa þetta hér og þá er ég bara með allt inn í editornum mínum. Og þá get ég gert hérna ls og þá sé ég að ég er bara á sama stað og ég var á. Og þá get ég auðveldlega að opna package.json og ég get gert hérna bara valið það hérna. Ég get slögt á þessu hérna, command B hjá mér. Ég get lokað þessu, ég get gert command P og þá get ég leitað að skrá, ég get sagt git ignore, ég get sagt package og þá get ég hoppa beint í skrána. Þetta er einstaklega þægilegt
verkefni þar sem þú eru kannski með, það eru 20.000 skráa, ég geti hoppað hingað og ef að ég síðan veit ekki hvar þessi skrá þá get ég gert Command Shift E og þá opnar það hérna, þannig ég get til dæmis verið með, ef ég með margar skrár, byrja hvar var þessi í hvaða möppu, þá get ég fundið hana hérna og þetta líka aðgengilegt úr valmyndinni, þannig ég mæli með að reyna að temja sér með hverju verkefni 2 ný shortcut. Þá verðið þið orðin mjög góð í Visual Studio Code ánum vitið af. En Package Station hérna og það segir ýmislegt. Það eru gefin hérna einhver skrift sem við getum keyrt og ég ætla, það bara í lýsingunum verkefni, ég ætla ekki að fara sérstaklega við þetta. Þið skoðu það, ef það eitthvað óljóst, ræðum það í næsta tíma. En við erum með einhver dependency hérna og það það sem við ættum að vera að gera. Við ættum að vera að gera npm install sem að sækir þá þessa pakka og installar þeim í verkefninu og býr það til, gerir það hérna í Node Modules mappu. Hún svona fölgrá hérna og það út af því að hún git ignored. Þannig að git ignore ég að segja Node Modules á ekki að fara inn. Úps, hérna með dist tvisvar. Local skrár eiga ekki að fara inn. Loggar eiga ekki að fara inn. DS store metadata skráin sem að macOS býr oft til, hún á ekki að fara inn í git. Þannig hérna segir skrár sem eiga ekki að vera trakkar af git. Þannig núna búin að gera npm install, þannig að núna get ég keyrt hérna þessi skrift. Þannig ég get til dæmis keyrt npm run build og þá keyrir hún þetta og hún býr til einhverja möppu hérna sem heitir dist og þetta mappan sem við ætlum að distributa. Dist, build, artifacts, eitthvað. Þetta eitthvað sem afleidd stærð af því sem við erum að vinna með. Hingað inn ætlum við að skrifa HTML skrárnar okkar sem við ætlum að búa til. Hérna ætlum við að vera með forage kóðan okkar. Hérna eitthvað fall sem að generatar HTML skrárnar okkar. Þannig að ég get keyrt núna generate skriftuna sérstaklega. Þannig að hún build generate. Þá get ég gert npm run build .generate og þá keyrist bara hún og hún segir hérna generating og þá get ég sagt hérna generating hello gerum bara í nýri línu hello world keyrið aftur þá kemur þetta hérna. Þannig að við sjáum hérna ég keyri einhverja command line skipun ég sé hérna hvað npm túlkar það sem það segir já, ok, ég hérna í VF2 2026 WAF1 projektinu sem skilgreint hér ég í þessu projekti með þetta nafn í þessari hérna útgáfu en það kemur fram hérna og það verið að keyra þetta hérna skrift og þetta skrift tiltekur að það að keyra node source generate.us það keyrir það og þetta það sem skrifað út í standard out úr því forriti með því að nota console log. Ég get líka að skrifa bara hérna node source generate.us gerist nákvæmlega sama. En ef ég væri með eitthvað flóknara hérna, ég þarf að gera þetta og svo þegar ég gera hitt, þá mjög gott að setja það bara í skrift sem ég keyri bara svona. Þannig að ég bara svona bilda ég og þá það hérna að ég að nota til dæmis npm run all tólið til þess að geta búið til hérna bildskriftu sem keyrir þessi hérna 3 skref í röð. Byrjar á því að henda dist möppunni, keyrir síðan generate fallið og kopjar síðan allt sem ég með í public foldernum yfir í dist folderinn. Maður stoppa aðeins. Ertu þá ekki basically bara búin að búa til einhverja aðferðir, bara functions eins og ef maður kemur úr Java og þekkir bara functions? Þetta bara JavaScript? Já. Þetta svona infrastruktúr, þetta svona ég að búa til verkferla, þannig séð, og svo getur við tekið þetta hérna og spunnið í kringum þetta og spunnið í kringum þetta og þú ert komið Kubernetes, sem bara eitthvað svona orchestration á vélum, alveg niður í bara, þú veist, þetta bara svona config, þetta bara, ég þarf að geta keyrt skref fyrir skref skiparir til þess að geta sett hlutina upp og við erum bara að gera það, þetta bara góður, það við lent í að fá eitthvað ásagt bara, já, svo bara keyrir þetta upp
og þú bara eitthvað, hvernig keyri ég það upp? Bara nota bara skipanirnar. Hvaða skipanir? Þá erum við svolítið að kóða hérna þessar skipanir. Og npm run dev, sem er núna að nota hérna gamla góða browsersync, það keyrir þetta upp og það segir hérna ég ætla að vera með static vefþjón sem keyrir úr distmöppunni og hún keyrir eitthvað upp. Þetta er ekki frábært. Þetta er alveg vesen að vinna svona og þess vegna ætla ég að reyna bara að smíða þetta svolítið með ykkur af því að síðan fyrir að nota tól þar sem að þetta er bara, þú veist, við erum að byrja frá grunni. Svo tökum við tól sem tekur þetta lengra og svo er þetta að taka þetta tól sem tekur þetta ennþá lengra. Ég reyna að kenna ykkur bara hvað er konceptið á bak við þetta allt saman. Ok. Núna er fork in the road. Viljið þið fara að skoða hvernig við myndum setja upp HTML og CSS-ið restina af tímanu núna? Við höfum 40 mínútur. Eða viljið þið byrja að skrifa forritskóðan sem að vinsar út og vinnur með gögnin til þess að fá þá spurningar? Hver vil fara að vinna í HTML og CSS, rétti bönd? Vá, hvað er ástin fyrir HTML og CSS? Ok, og hver vil byrja að forrita í Node.js? Hér inni eru við forritunar. Ég ætla að koma næst í bollin mínum sem segir HTML programmer. Til þess að svona rage-bait ykkur. Þið eru svo ung, þið kunnið að meta. Ok, hvað er þá fyrsta skrefið? Ég ætla að fara að vinna með þessar spurningar. Já, downloada spurningunum. Og það er ekkert flóknara en það, bara að fara hingað og downloada þessu og hvar opnar hún þetta? Í numbers. Já, ætlum ekki að gera það. Sjá, hérna, get ég ekki bara dregið þetta hingað? Jú, svona, ég hef búin að downloada þessu einhvern tímann, en ég ætla að renema þetta í bara questions. Þannig núna erum við bara komið með þessa skrá hérna og við getum bara séð nákvæmlega að hún er hérna 11.610 línur. Og hún er með einhverjum gögnum hérna og þetta er bara mjög oft þetta. Þetta er bara, ég er með einhver gögn, ég þarf að vita hvernig þessi gögn eru, hvernig er gagnastruktúrun á þeim. Og ég mun tala mjög oft það í gegnum þetta, bara við þurfum að módela gögnin sem við erum að vinna með. En þá getum við farið hérna og við sjáum að það er ekki header á þessari CSV-skrár. Það eru stundum með header sem segir til fyrsti reiturinn er flokkur, næsti er category name eða eitthvað. Þannig við þurfum í raun að vita hvað þetta þýðir og þá getum við farið hér og ekki hér, heldur hérna og þá sjáum við hvað þetta er, hver dálkur er. Ok, en við getum líka bara byrjað að segja að við ætlum að sækja þessa skrá inn í minni og byrja að vinna með hana. Þá notum við fs-pakkan og þá notum við read file import fs from node fs promises. Hérna erum við að nota ECMAScript modules. Við erum að importa bara öllu fs, file system modulunum. Við erum að setja hérna prefix, ég segi bara við erum að nota node og við erum að nota fs-pakkan og við ætlum að nota promises útgáfuna af föllunum. Ef við gerum ekki promises þá fáum við callback based útgáfunar af föllunum. Það sem við erum að setja callback inn, en mér finnst það er ekki gaman að vinna með það. Þannig að þá get ég sagt núna fs.readfile og þá fá ég bara hérna path asynchronously reads the entire contents of a file. If no encoding is specified, the data is returned as a buffer object, otherwise the data will be a string. Okay? Þannig við þurfum að finna path á þessa skrá og við þurfum að finna hvað encoding hún er í. Encoding á henni sjáum við bara hérna, hún er UTF-8 og þetta er bara hvernig kóðum við stafina okkar. Ef við erum bara að vinna með ASCII, það er að segja bara með enska stafrófið, þá skiptir þetta okkur ekkert rosalega miklu máli, en út af því að við erum að vinna með íslenska stafi, þá skiptir þetta okkur máli, af því að ef við myndum reyna að opna þetta með ISO 88591 sem er oft notað, að þá sjáum við að allir íslensku stafirnir fara í einhverja köku.
út af því að þeir eru kóðaður öðruvísi í ISO 88591 en þeir eru gerðir í UTF-8. Almennt þurfum við ekkert að spá í þessu, þangað til þetta er bilað. Þannig að UTF-8 er eiginlega orðið bara allstaðar í notkun, en svo er maður hissað þegar maður sér eitthvað sem er ekki í UTF-8. Þannig að við ætlum að segja hérna slóðin á þetta, og hvernig finnum við slóðina, hvað þurfum við að hafa í huga þegar við erum að vinna með slóðir. Skráarkitekturinn. Já, þannig að núna sérstaklega þegar ég er hérna undir source í Generate JS og ég vil lesa þessa hérna skrá, questions CSVAF, hvað þarf ég þá að skrifa hér? 2 punktar. 1 punktur er núverandi directory, 2 punktar er directoryn fyrir ofan. En ef ég gerir svona, þá get ég sagt questions CSVAF og svo segir hún hérna, ég get sett ykkur options eða encoding. If options is a string, then it specifies the encoding. Þannig ég ætla að segja bara UTF 8, skiptir ekki máli hvort það sé með bandstriki eða ekki, og fínt. En ok, ég þarf að gera meira. Hvað þarf ég að gera núna til þess að geta séð innihaldið? Nú er ég bara að kalla í og hún lesi þessa skrá. Ég er ekki að gera neitt við það. Þannig að hvað viljum við að við gerum hérna? Já. Þannig ég ætla að segja content jafnt og þetta. Ok? En nú er ég búinn að segja, ég ætla að kalla þetta fall og ég fæ einhver niðurstöðu. Bara basic stuff. En það er eitt hérna sem er ekki basic. Og það er í fyrsta orðinu í lýsingunni á þessu skjali. Asynchronously. Þannig að það vantar eitt í viðbót til þess að við í raun þetta gerir það sem við höldum að þetta gerir. Sem er að lesa actually innihaldið í skránni. Og hvað er það? Await. Þannig að án await þá fáum við hérna promise af string, en með await þá fáum við string. Þannig að muniði hvernig þetta haga sér, hvernig promise er. Loforð gildi í framtíðinni út af því að fallið sem við erum að kalla í er asynchronous, sem þýðir að það tekur tíma að ná í það. Það er ekki synchronous aðgerð sem að keyrir bara strax. Hún bara fer beint í CPU-in og bara gerir það sem það þarf að gera og skila okkur strax. Hún þarf að gera eitthvað. Hérna, sérlagi, þannig að lesa eitthvað disk. Og lesa disk, þó svo að sé SSD-diskur, er nokkrum order of magnitude hægara en að lesa eitthvað úr skyndiminni eða úr CPU-minni eða framkvæma reikning á CPU-num. Þannig að við bíðum eftir því, þá kemur event loopan inn í myndina að hún Node.js segir bara eitthvað, ok, hér var verið að kalla í þetta, það þarf að lesa og ég þarf að finna fælehandlið á disk, ég þarf að athuga hvort að skráin sé til, ef hún er til, þá þarf ég að lesa upp hún í gögnin, ég er búin að lesa upp hún í gögnin og þá þarf ég að skila því. Þannig að þá fáum við núna content og þá getum við sagt bara hérna console log content og substringum það, bara tökum fyrstu 100 stafina og nú getum við keyrt aftur og þá kemur hérna ok, bíddu nú við. Þetta kemur óvart eða hvað? Hvað er verið að segja mér núna? Fann ekki fælinn. Þá var ég að leiða ykkur, ég spurði ykkur svona leiðandi vitlausar spurningar á þann þegar ég spurði ykkur hvað skráin var. Út af því að þegar við keyrum þessi forrit, þá keyrum við þig úr í raun rótinni, það sem ég er að keyra. Svo ég er að keyra út úr rótinni, þannig að working directoryð er rótin. Það er þar sem ég kallaði í þetta. Þannig að út frá því, að þá þurfum við að fara í að segja punkt. Þannig að þú hafðir rétt fyrir þér. Og þá gerum við þetta aftur og þá fáum við núna innihaldið úr skránni. En hérna var ég búinn að segja þetta hérna að ég er að kalla í main út af því að þetta er bara main fallið sem að ég get alveg gert svona en það kom bara í Node 22 að það mætti vera með top level await. Það er að segja
await sem að er ekki inn í async falli. Þannig að það er bara nýkomið sem partur af málinu. En kosturinn við að hafa þetta svona er það að við erum að bara gera þetta í falli sem að hefur eitthvað sem skilar. Og þá get ég sagt cuts á falli hérna, eða ég get sagt try cuts utanum þetta, sem er þá ef það kemur upp villa í þessu hérna, að þetta er asynchronous, að þá mun hún vera gripin og hún vera meðhöndluð og við skilum einhverju villuskilabóði. Því ef ég ger þetta svona, ég tek þetta og ég ger aftur villu hérna og ég keyri núna, hvað gerist núna? Nei, við fáum villu en hún loggar ekki villu frá okkur, heldur mun plattformið, Node.js mun grípa hana og mun kvart yfir því að við séum með unhandled exception í kóðunum okkar. Þannig að þá kemur hérna og þetta er aðeins búið að breyta því hvernig hún skilar þessu, en við fáum villuna og þetta kemur núna frá Node internal að þetta sé svona. Þannig að við erum ekki að meðhöndla villuna. Þannig að með því að hafa þetta hérna, að þá getum við bara gert það sem við viljum. Við getum jafnvel bara sagt ekki neitt. Bara sagt já, svona bara error generating og við erum ekkert að gera neitt við villuna. En við getum tekið villuna og geymt hann einhverjum villulokk hjá okkur eða eitthvað annað. Þannig að þá getum við stýrt í hvað gerist. Sem er svona fyrsta skrefið í góðri villumeðhöndlun er bara að vita hvar getur komið villur. Þannig að höldum þessu svona. Ok, nú er ég komið bara með allar 11.000 línurnar í minni og þá var næsta skref að byrja að vinna með gögnin. Og ég veit að það væri mjög auðvelt að ná í eitthvað CSV library, en það er líka bara gaman svona, allavega mér finnst það mjög gaman að fara bara svona, aðeins að vinna með strengi. Þannig að nú vitum við hvað þetta skrá. Hvað er sannleikur þessa skrá? Já, og nýja línu, já. Þannig að hvort viljum við fyrst byrja að hugsa nýja línu eða kommu? Nýja línu. Þannig að þá getum við sagt að ég kom með eitthvað content hérna og þá getum ég kallað í split og ég get sagt split á new line og þá const lines og þá sjáum við að við fáum núna fylki af strengjum og þá getum við console-logga það til að sjá hvað við erum að gera. Lines 0 við getum líka lines slice 0 til 10, fengið bara fyrstu 10 línunar og þá sjáum við að við fáum núna eina spurningu per línu. Þannig að þá erum við búin að færast nær því að geta fengið eitthvað úr gögnunum. Ok, þannig að núna vitum við þetta að það er hérna, það eru kommur sem að splitta þessu, þannig að þá getum við gert hvað? Já, en við getum ekki gert það beint, þegar núna erum við ekki lengur að vinna með streng, við erum að vinna með fylki af strengjum. Við getum mappa það, það er einu skref yfir, af því ég ætla að byrja því fyrst að segja að við getum ítræði yfir það, þá getum við notað for loopu, þannig ég get sagt for const line in lines, og þá er núna line, er í raun bara, er hver einasta lína í einu eftir því sem ég ítra yfir fylkið. Og ég ætla að byrja svona en svo ætla ég að enda á map og þá get ég sagt const split er line split á kommu og þá get ég sagt núna console log split þetta væri, ef ég myndi keyra þetta núna það væri ekkert sérstaklega skemmtilegt út af því að já, ég myndi fá útskrifa þess að núna, ef við segjum þetta eru 11.000 línur, þetta eru 6 stálkar, þá fæ ég 60.000 console log ef ég keyri þetta, sem er aðeins svo mikið. Þannig að við ætlum kannski að segja hérna slice 0.10. Við erum bara að vinna með part af gögnunum
og svo það sem við gerum úr því applægjum við yfir restina. Þannig að við erum bara að minnka aðeins hvað við erum að vinna með, bara af því að það er auðveldara. Maður mann þess að flækjustíð okkar. Ok? Þannig að þá kerum við þetta og þá fáum við split, það er 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Þannig að það er eitthvað jólagi hérna. Console log line, þá fáum við hvað? Nú ger ég það sem að ég gerir mjög oft, að það eru 3 leiðir til þess að ídra yfir arraya í JavaScript. Ef við gerum off, þá fáum við actual gagnið. Ef við gerum in, þá fáum við indexin. Og svo getum við í 3. lagi notað bara gamla góða let i minna en lines.length i ++ const align jafnt og lines i. En ef við notum off, að þá losnum við þetta. Þannig að þetta er svona syntactic sugar. Þetta felur fyrir okkur ákveðið flækjustig og gerir þetta bara aðeins meira sætt að nota þetta. En ef við gerum þetta núna, þá gerir það sem við sjáum, það sem við gerum ráð fyrir. Þannig að við fáum línuna og svo fáum við hana splitta. Þá fáum við hérna fyrsta stakið 6 sem er strengur, tónlist, strengur, 3 strengur, tómistrengurinn. Svo kemur hérna strengur sem er spurningin. Þá sjáum við að hún byrjar á gæsalöppum. Og af hverju haldið hún byrja á gæsalöppum? Þetta er strengur og þetta er til þess að það geti verið actually komma í spurningunni. Þannig að þarna kemur í raun flækjustig sem að við förum bara eitthvað ákveðið langt með. Ég ætla ekkert eitthvað að hengja okkur á það, að því í raun að parsa CSV skrár er eitthvað sem að við höldum að sé bara eitthvað sem við getum gert, en við ættum í raun að nota library til þess að gera. Út af því að það bara sér þetta fyrir okkur. En, þú veist, það er bara eitthvað sem við höldum að sé einfalt, en leynir oft á sér og er flóknara en það er. Þannig að við ætlum í raun að bara láta þetta liggja milli hluta aðeins núna, af því að við viljum í raun bara splitta þessu út svo við fáum í raun þessi gögg sem við viljum vera með. Ok, þannig að ef við viljum núna fá þetta hér, þannig ég ætla bara að taka þetta hérna svo við getum hort á þetta hérna, að við viljum fá breytu fyrir flokkanúmer, flokkur eftir staðar, erfiðleikastig, gæðastig, spurningin og svarið. Þannig hvað gæti ég núna ef ég myndi vilja fá þetta út úr þessu? Hvað gæti ég þá gert? Já, og hvað? Bara, ég er tölvan. Hvað á ég að skrifa? Ok, hvernig? Const hvað? Hvað á ég að kalla breytuna sem ég er búið til? Category number jafnt og split 0. Svona. Alveg eins, já, þetta er ein leið. Og svo get ég bara endurtekið þetta hérna og sagt subcategory split 1. Svo get ég sagt difficulty dig const quality split 3 const question split 4 const answer split 5. Ok, þannig að núna er ég komið með bara nefnd gildi til þess að gera eitthvað við. Ef við byrjum saman núna við það sem að verkefnalýsingin tiltók. Fyrir hverja línuskjali vinnur þá línu. Býr til hlut sem inniheldur þáttuð gögn þeirra línu. Þannig að við erum hérna. Þannig að býr til hlut. Ok? Hvernig getum við núna búið til hlut? Þannig að hlutur er í raun að kóða þetta.
í staðan fyrir að vera með bara eitthvað hérna, það sem er bara eitthvað strengurinn 6, strengurinn tónlist, að þá veit ég að strengurinn 6 í raun og veru category numberið. Þannig ég veit hvað gagnið vísar í. Og objectið getur svo key value store sem hann getur kóðað þessar upplýsingar. Þannig hvernig myndi ég búa til object eða hlut sem að inniheldur þetta? Ef ég geri array með brackets, þá ger ég object aftur með curly brackets. Þannig að ég geti sagt bara hérna Q, af því að ég er búinn að nota question hérna og ég ætla að segja curly brackets opna og þá get ég bara bókstarlega sett category number, subcategory, difficulty, quality, question, answer, svona, og þá er ég núna komið með object og þá sé ég bara, þetta er bara object, hann er með keyin category number og það er strengurinn. En hvað vill ég gera meira núna? Laga típurnar. Já, það væri gott skref, en núna bara út af því að ég sé núna bara Q hérna er declared but its value is never read. Þannig að ég er ekkert að gera þessa breytu. Því nú er ég að horfa að ég er að taka texta og ég er að varpa honum yfir í gögn, yfir í object. Þannig að nú er ég búinn að varpa honum yfir í objectið, en ég er, hvað er ég að geyma hann? Kannski búið til fylkið af skúli. Þannig að þá get ég búið til questions hérna, sem er það bara tómafylkið. Það ætlar að halda utan parsaðar spurningar. Og þá hérna í lokin þarf ég að hvernig bæti ég Q-hlutnum mínum við questions fylkið mitt? Push. Questions, push Q. Ok? Þannig að þá erum við ekki að logga neitt núna. Þannig að þá ætlum ég að segja núna console log questions. Stekkum þetta aðeins. Kerum það út. Þá sjáum við núna að við erum komið með í raun formuð gögn. Category number 6, subcategory tónlist, difficulty 1, quality eitthvað. Þannig að núna gæti ég farið í gegnum þennan lista og ég geti sagt, herru, gefðu mér alltaf spurningar þar sem að quality er nákvæmlega 3, góð spurning, og subcategory er tónlist. Og þá get ég fundið allar góðu tónlistarspurningarnar. Og þetta ætlum við síðan að halda áfram, þú veist, til þess að þannig erum við að fara að filtra þessi gögn yfir í eitthvað sem við ætlum að vinna með. Þannig ég ætla aðeins núna að hoppa yfir og ég ætla að skilja þetta eftir. Ég tjekka þetta allt inn hérna, en hérna er svona to do, mappa category number yfir í streng, samkvæmt skjölun. Þannig að þá erum við með hérna, að við erum með þetta, að þetta hérna gæti ég í raun sett bara inn. Þannig að ég get í raun alltaf það sem ég er með kategórínu 4 sem er saga, að þá myndi ég segja ég breyti strengnum 4 yfir í strengin saga og þá get ég birt saga í viðmótinu. Þannig þá þarf ég að segja hérna eitthvað í staðinn fyrir category number hérna og þetta er bara eitthvað sem þið getur unnið í og prófað ykkur áfram með og svo saman fyrir subcategory, nema hann er bara fín, hann bara virkar, nema ef hann er tómastrengurinn viljum við gera eitthvað við hann, viljum við hafa hann null eða viljum við hafa hann undefined eða viljum við hafa hann tómastrenginn, það virkar líka alveg. Difficulty, viljum við hafa einn sem tölu, viljum við hafa það sem strengin erfið, létt, miðlungs. Þetta er eitthvað sem við tökum ákvörðun þetta hér sem að muni síðan endurspeglast í þegar við erum að skrifa þetta út í HTML-ið. Þannig að ég ætla að láta þetta liggja milli hluta núna og ég ætla að segja núna bara const hvað ég gera? Ég ætla að finna quality history questions. Nei, ok, ég ætla að bíða aðeins með það. Ég ætla að
hérna. Ef við möppum þetta, það er alveg næs, af því að eins og við sjáum núna, við erum komið svolítið af kóða þó svo að við séum ekkert mikið að gera hérna, kannski svolítið af kommentum og eitthvað svona. Þetta hérna er mjög konkrít aðgerð. Við erum bara að taka línu úr skránni og mappa hann yfir object. Þannig að hafa hérna einhverjar 30 línur sem að representa það er svolítið fyrir okkur þegar við fyrir að hugsa um þetta í stóru myndinni. Þannig að hvað getum við gert hérna ef við refactorum þetta? Yes. Þannig að þá getum við tekið allt þetta og búið bara til nýtt fall hérna sem heitir bara parseLine og það tekur inn string og það gerir þetta eða það tekur inn line og þá í staðinn fyrir að vera með þetta hérna þá segir við bara return q. Svo í staðinn fyrir parseLine þá segir ég bara push parseLine af line. Ok? Og ef ég þá færi þetta bara hingað til dæmis og keri format með prettier hérna, þá sjáum við getum lesið hérna. Ok, lesa skjalið, splitta í línur, búa til tómt fylki, ídra yfir línurnar og parsa hver einustu línu yfir í questionsfylkið. En við getum gert þetta ennþá læsilegra með því að nota map. Hvað myndum við þá að gera? Þá getum við tekið allar þessar línur og gert eina línu sem við lesum eiginlega bara eins og á ensku. Þá myndir við láta questions vera lines með falli mappa á. Þannig að þetta gerir það sama. Þannig að núna tekur þetta hverja einustu línu, mappar, og mapp er bara stærðfræðiaðgerðin. Þú ert að taka eitt mengi og fyrir hvert stak í menginu ert að keyra aðferð á það og þú ert að varpa því yfir í nýtt mengi og það er mengið með pörsuðum línum. Ok, svo get ég núna sagt, ég ætla aftur, núna ætla ég að búa til hérna ég ætla að finna góðu sögurspurningarnar. Hvað get ég þá gert? Hvernig get ég gert það? History, genre og quality. Og þá er bara, nú er ég hérna, ef ég gerir questions, þegar nú veit Visual Studio Code að þetta er fylki, að það er bara gomma af einhverjum aðferðum fyrir það. Og þá get ég nota bara filter. Og þá get ég sjá að filter tekur við predicate, sem að er lambdafall, eða anonymous fall, sem að tekur þá línuna og segir, ef að þessi hérna lína uppfyllir þetta, það er að segja, það er skila truth í gildi. Það skila gildi sem að er ekki false eða falsi, að þá er það partur af því sem ég skila inn í nýju breytuna. Þannig þá segir ég filter Q, sem er það bara question, það er bara spurningin sem ég er að skoða, jafnt og píla, sem er bara arrow, þannig ég er að búið til arrow function, Q, og þá veit Visual Studio Code, að því að Visual Studio Code veit að questions er á þessu hérna formi, þá veit hún að það er eitthvað hérna sem heitir category number. Þá ætla ég að segja category number, jafnt og finn ég hérna, það er 4 og það er strengurinn 4, ekki talan. Og ég ætla að fá Q quality er strengurinn 3, sem sagt hæsta quality. Og þá er spurning hvort að einhverjar af þessum fyrstu 10, að því að við munum, það er bara hámark 10 sem ég var að vinna með, séu þetta, nei. Enginn af fyrstu 10 spurningunum eru hágæðar sögurspurningar. En ef ég aflétt núna þessum hérna takmarkunum, að þá svörum við loksins spurningunni, eru einhverjar hágæðar sögurspurningar í þessu? Já, það eru nokkrar. Þannig að þá er hérna það sem var í þessu, að við ætlum ekki að fara yfir 100 þegar það var bara orðið mikið. Þannig ég ætla að taka bara þetta hérna, max questions per category. Ég ætla að setja það bara sem einhvern fasta hérna uppi. Og ég ætla að taka hana og ég ætla að segja hérna punktur slice. Slice tekur fylki og slicear það.
tekur þess að frá og með einhverju index upp að einhverjum index. Ég ætla að segja frá og með 0 upp að max questions per category. Ok, svo vistu að þetta, þá sé ég núna að ég komið svolítið langa línu hérna og þá ætla ég að gera format og þá verður þetta svona hérna. Þannig hérna erum við svolítið svona, við erum svolítið að svona functional forrita hérna. Við erum að taka fylki og við erum bara að keyra á það ákveðin föll til þess að filtra hægt og rólega gögnin okkar yfir í eitthvað sem við viljum vinna með. Ok, og þá kemur það ljós hérna, þetta voru í raun aldrei það margar spurningar að það séu 100, þannig að þá ætla ég bara að keyra þetta aftur og ég ætla að sjá núna að það eru 73. Þannig að 73 af þessum 11.000 eru góðar söguspurningar. Og nú ætla ég bara að tvíka þetta hérna og ég ætla að segja ég ætla bara að vinna með 2. Ég ætla bara að vinna með 2 spurningar. Þannig að þá ger ég ekkert nema að breyta þessum þarna, þá filterst það niður í 2 spurningar og ef ég logga þær út þá fæ ég hérna kategóri 4, diff quality hérna, hver, og þá lendum við hérna í einhverju vandræðum. Hver var fyrsta konan? Það er skrítin spurning sem var kosin fórseti í lýðræðislegum kosningum. Þannig að nú erum við lent í þessu vandræði sem ég nefndi áðan, að út af því að það eru kommur í spurningunum, sem eitthvað samt ekki sens, þá getum við farið hérna að spyrja, af hverju? Og þá er þetta hérna, núna erum við komin að þetta, hver á fyrsta konan, komma, sem var kosin fórseti í lýðræðislegum kosningum? Ég myndi bara að fara rauk fyrir því að þetta sé vittlaust setningagerð og hér ætti ekki að vera komma. Ég get gert það hérna og lagað gögnin, ég má það alveg, og þá get ég keyrt þetta aftur og þá lagast þetta. Þannig er við samt að sjá það að nú er ég bara að taka einhver gögn og ég er bara að setja á það mínar forsendur, sem er bara þessi gögn eru fullkomin og þau haga sér svona, sem er aldrei raunveruleikinn. Þannig að þá er partur af því núna sem að þið gerið ásamt því að varpa þessu yfir í eitthvað annað, er að hugsa hvernig gætu við lent í því að einhver gögnin okkar séu skrítin. Er til dæmis eitthvað stakana sem er ekki, við lentum ekki í því að þegar við höfum beðið eitthvað hérna þar sem þetta hefði ekki verið í raun 6 stök í línu, þá hefur við fengið villu hérna. Ef ég ger eitthvað svona, nei, það er í lagi, þannig að það er, þetta er ekki hérna. Hvað hefði gerst þá? Þá hefði þetta orðið undefined, því ég er að biðja 7. stakið í fylki og það er ekki tilgreint, þá er það bara undefined. Er hugsanlega einhver spurning sem er með undefined í spurningu. En við þurfum ekkert að fara á dýptina í þessu. Þetta er bara eitthvað sem ég ætla að skilja ykkur eftir með núna. Og ég mun fara á dýptina í sýnilausninni, en sýnilausnin er ekki það sem ég er að ætlast til þess að þið gerið. Sýnilausnin er ég að leysa verkefnið eins vel og ég tel að ég geti gert það á endanlegum tíma sem ég hef í að búa til sýnilausnina. Þannig ég reyna að gera hana mjög góða. En nú erum við komið þetta hérna, þannig að ef við endum núna bara senastu 10 mínútur á því að segja það, ok, ég er komin hérna með 2 góðar söguspurningar. Ég vil skrifa þær niður í einhverja skrá sem á að heita góðar söguspurningar eða bara saga eða eitthvað. Hvað get ég þá gert? Þá er ég í raun og veru að snúa ferlinu við. Ég er að taka object, ég er að normalisera objectið yfir í streng og ég er að skrifa strengi niður í skrá. Þannig að þá get ég sagt hérna, ég ætla núna að búa til einhvern streng, const output. Hann er bara strengur. Þetta er bara strengur sem ég vil fá í skrá sem heitir saga.html. Ok, ég ætla að segja const path er bara staðurinn þar sem ég ætla að skrifa skrána. Það ætlar að vera sem sagt dist _saga.html. Þá get ég kallað því fs write file og þá kemur hérna path like eða file handle data sem er strengur. Þannig ég ætla að segja ok, ég veit pathið því ég hef búin að skrifa hérna. Data, ég er með data hérna, það er output og svo kemur encoding
encoding option is ignored if data is a buffer, if options is a string, then it specifies the encoding. Þannig að þetta bara fylgir, þetta er bara fínt API. Það haga sér eins svona nokkurn veginn write og read. Þannig að ég segi bara aftur hérna UTF-8. Þannig að núna keyri ég forritið, það gerir bara það sem að gerði áðan, en það skrifaði líka hérna dist saga.html og hérna inni er strengur. Ok, þannig að núna vil ég gera eitthvað meira næs við þetta. Ég vil í raun búa til fall sem tekur inn spurningu og varpar henni yfir í HTML form spurningarinnar. Og þá komum við aftur að því sem við ákveðum að gera ekki á þann sem var ákveða hvernig HTML struktúr spurningarnar ætti að vera. Þannig að við gerum eitthvað hraðsoði núna á nokkrum myndum. Og þá ætlum ég að segja output á að vera generate question HTML og þá að taka inn question og ég ætla bara að taka inn fyrsta stakið úr quality history questions og ég ætla að búa til þetta fall og það ætla að vera hérna who og núna sjáum við hérna það kemur svona rautt squiggly undir Q parameter Q implicitly has an any type og þetta er líka hérna uppi parameter line implicitly has any type. Hver mann eftir því hvað þetta er úr vefforritun 1? Nú er ég sér að með kveikt á hérna hvað heitir aftur? JS check. Ég er með check.js sem er bara út af því ég er að skrifa JavaScript og JavaScript er ekki með compiler og eitthvað sem segir okkur svona hey, ekki gera þetta má ekki. Þá er þetta svona létta eða svona light leiðin til þess sem athuga bara svona hey, ertu að skrifa kóða sem gæti hugsanlega verið með villum í. Ef ég slekka á þessu þá erum bara fine, allt er góðu. Ef ég er með kveikt á þessu þá er hann að benda mér á það að út af því að í JavaScript eru parametrar sem er komin í föll, hver er típan á þeim? Hvað sem er. Line getur verið object, það getur verið function, það getur verið null, það getur verið strengur, það getur verið tala, það getur verið big int. Við vitum það ekki. Og við vitum það ekki nema við spurjum og staðfestum það. Það er þá annar partur af þessu að staðfesta gögnin er í raun síðan að segja ég er að gera ráð fyrir því að annar dálkurinn sé undirflokkur og hann sé strengur. Hvaðan er ekki strengur? Og ég síðan reyna að nota strengja með aðferð á hann. Þá fæ ég bara runtime exception út af því að ég tek eitthvað sem er undefined og ég segi to lower eða string concatenate eða þú veist, ég ger eitthvað við hann. Þá fæ ég bara villu eða einhver skrýtna niðurstöðu. Út af því ég veit ekkert þessu gögn. Ég get bara gert einhver assumptions þannig til ég staðfesti þá er þetta bara draumur hjá mér. Jú, ég get skilgreint típuna en ef ég skilgreint típuna þá þýðir það samt ekki að típan sé raunveruleg nema ég actually staðfesti það. Þannig ég get sagt hérna með JS-doc kommenti get ég sagt að þetta er string. Þá hættir hún að kvarta og segir hey, þetta er strengur, þá máttu nota split. En ef ég segi núna að þetta er number þá segir hún ababab, split er ekki eitthvað sem þú getur kallað á number típuna. En ég get samt kallað þetta með number eða undefined eða eitthvað nema að hérna fyrir hún þá að kvarta og segir value sem er hérna í þessu það passar ekkert við þetta hérna. Þannig að þú veist leiðu ég byrja að típa hlutunum mína þá verð ég að típa þá alla og ef ég fer að típa á alla þá þarf ég líka að fara að típa þetta hérna þegar við sjáum að þetta er bara eitthvað any og any er hvað sem er í JavaScript. En TypeScript er bara að tækla þetta verkefni að hafa ekki bara any á öllu að hafa actually vel típaðan kóða þannig að við getum frekar hugsa rökrétt hann. Þannig að þess vegna langum við bara að kynna TypeScript strax til leiks en sjáum aðeins til hvort við gerum það næstu viku eða það næstu viku. En smá detour, þetta er allt í lagi, slökkum bara á þessu að þegar við erum kúrekar
sem hafa 4 mínútur til að skrifa út eitthvað HTML. Þannig ég ætla að segja hérna const HTML. Nú ætla ég að nota template streng og ég ætla að sýna skilunum. Template strengir eru þannig að ég má skrifa þau í mörgum línum. Og ég ætla að segja að spurningin mín, hún á sér ákveðið HTML form. HTML formið á að vera section, það á að vera H3 og inn í H3 á að vera titillinn á questioninu, spurningin sjálf, það er q.question og þá string interpolata ég það inn í template strengin með því að nota dollari, curly opnast og síðan breyta hann sjálf og svo ætla ég að loka H3. Svo ætla ég að segja spurningin sjálf á að vera í paragraf. Þannig ég ætla að segja hérna q.answer og það er svona og svo ætla ég að loka sectioninu. Svo er þetta ekkert formað, það er bara whatever hérna, all bets are off með þetta HTML. Svo ætla ég að vista þetta og þá er ég núna að segja generate question HTML fyrir þessa spurningu og ég ætla að setja hana hingað inn. Þannig ef ég keyri þetta núna og allt virkaði, þá ætti ég raun að fá spurninguna í HTML formatinu. Hvaða uploadingur var hætt árið 1970? Upload 13. Ok? Og þá er ég bara nokkrum skrefum frá því ég raun að segja hei, ég vil fá allar 73 hágæða sögu spurningarnar í HTML-ið mitt. Og þá get ég bara snúið þessu aftur á haus og ég get sagt const output jafnt og quality history questions og hvað get ég gert? Map generate question HTML join sem er andstæðan við split á bara new line og þá er ég búinn að segja taktu spurningarnar á gagnaformi, varpaði mig yfir í HTML formið þeirra, taktu allar spurningarnar sem eru á því formi sem er bara fylgjastrengjum, sameinaði það fylgjastrengjum í eitt streng, skiptum á nýri línu og skilaði því. Þannig ef við kerum þetta núna og allt virkaði, þá ætti ég að vera núna með 73 tilvik, ja ok, fyrir ekki, 2 tilvik og ef ég núna teki burtu eða hækka þetta limit þá fæ ég núna alla spurningarnar hérna. Og ef ég segi síðan bara open dist saga.html þá opnar hann það í Vavra sem að er hérna og þá sé ég bara þetta er ekki frábært en þetta er heldur ekki hræðilegt. Ok, þannig að næstu skrif væri ok, ég vil fá eitthvað actually rétt HTML utan með þetta, ég vil fá þú veist, HTML, head, body, ég vil vísa í CSS grá og svona. Þannig að þið getur hugsað um það hvernig þið myndu gera það. Svo þurfum við raun að velja flokkana, við þurfum að geima flokkana svo ég geti gert þetta sem ég er að gera núna í höndunum fyrir alla flokkana. Þannig að ég geti átt fylki af flokkum, ég geti ídreikunum það, valið allar spurningarnar út frá því og síðan skrifa það út flokk fyrir flokk. Svo get ég farið að gera CSS-ið, þá er það hérna. Svo get ég sagt hérna, hér erum við með parse questions fall, þannig að hérna get ég fært þá núna þennan hérna kóða úr þessu yfir í library, þannig að ég sé í raun að skipta kóðunum mínu frekar upp. Þannig að það eru margar, núna tvistast vegurinn svolítið, það eru mörg verkefni sem þið getið núna unnið í. Ég kommitta þessu, sendi ykkur tilkynningu eftir sem eru þá upptökurnar frá því í dag, þetta sem við erum búin að vinna í og þið vinnið núna í vikunni í þessu og komið næsta miðvikudag uppfull af spurningum, athugasemdum, pælingum og já, gleði yfir því að vera farin að vefforrita. Takk í dag.